Kolbeinsey, nyrsta eyja Íslands 30 mílum norðan við Heimskautsbaug. Við köfuðum þar en vatn komst í myndavélina, þannig að hún eyðilagðist og engar neðansjávarmyndir náðust. Við fórum líka út að Surtsey, syðstu eyju Íslands, þar sem meiningin var að kafa að Syrtlingi. En skyggni var lélegt og engar myndir þar heldur. Það veiðist ekki í öllum sjóferðum. Allar hafa þessar myndatökuferðir þó verið skemmtilegar. Í fyrsta skipti sem Erlendur Bóasson kafaði með háhyrningum voru þeir að éta síld í Grundarfirði. Skyggnið var hins vegar afleitt og engar neðansjávarmyndir náðust í það skiptið. Þegar mynda á lífríkið í sjónum gildir að fara sem oftast og reyna, því stundum er heppnin með manni, stundum ekki. Farnar hafa verið margar ferðir síðustu loðnuvertíðir til að mynda loðnuna. Slæmt veður hefur hingað til komið í veg fyrir neðansjávarmyndatökur. Maður er ekki að kafa í svona öldugangi, en þetta tekst örugglega einhvern tíma. Á ferðum okkar er ekki óalgengt að höfrungar komi og heilsi upp á okkur. Það er alltaf skemmtilegt og við erum handvissum að þeim finnist það líka. Höfrungarnir gera ýmsar kúnstir og líkast því sem þeir séu í kappi við bátinn. Við Kolbeinsey sáum við unga hávellu sem virtist í vandræðum, komin of langt frá landi, orðin blaut og ófleig. Við tókum hana með í land þar sem hún var fóstruð þar til hún gat flogið á ný. Oft höfum við kafað með hnúfubökum og loksins heyrðum við hnúfubakinn syngja. Í svona ferðum getum maður líka eignast landsel að vini. Ekki hafa allir klappað sel. Mörg ævintýri höfum við líka átt með steinbítnum, meðal annars við að fylgjast með hvernig hann gætir eggja sinna í holu á hafsbotninum. Það breytir sannarlega sýn manns á tilveruna að komast í persónuleg kynni við steinbíta. Svo fylgdumst við líka með rauðmaga og eggjumanns í 3 mánuði, allt þar til eggin klöktust út og seiðin syntu á braut. Og við sáum engla hafsins. Þá hafa ekki margir séð, enda pínu litlir en undra fallegir. Í Drangey á Skagafirði fórum við til að mynda fugla. Þar var þessi álka á vegi okkar. Sjónarhornið svona ljómandi skemmtilegt. En við höfum líka dansað með þorskum, rannsakað á og gefið þeim úr lófanum á okkur. Hafið býr yfir ótal ævintýrum.